Í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur nafnaskrá SARPs en hún sameiginleg með öllum söfnum sem nota SARP. Þannig að ef að þið skráið nafn í nafnaskrána þá geta aðrir á öðrum söfnum líka tengt gripi við þá. Nöfnin eru til dæmis ef þetta listamaður, ljósmyndari, einhver á ljósmynd, einhver sem gaf grip og svo framvegis. Ef að þið sjáið ekki nafnaskrá hérna upp í borðanum þá getur þið þurft að smella hérna línurnar 3 upp í hægra horni og þetta sem sagt undir safnkostur, nafnaskrá. Ef við setjum inn stjörnu hér þá fáum við upp alla nafnaskrána sem núna 96.000 manns en hér eru fyrirtæki líka skráð. Ef við prófum hérna að leita að manneskju þá fæ ég upp nokkrar leitaniðurstöður og svo á viðkomandi nafni þá listast upp hér allar þær tengingar sem viðkomandi hefur í gripi. Ef að þið lendið í því að aðilinn sem þið ætluð að tengja við ekki nafnaskrá þá hægt að búa hann til með því að smella hérna á plúsinn og velja einstaklingur og ef að þetta einhver aðili sem gæti verið í þjóðskrá þá smellir maður hérna á þennan reit. Segjum sem svo að þið ætlið að leita eftir kennitölu og þið finnið ekki aðilann þá það vegna þess að hann nú þegar til í nafnaskrá SARPs, þá finnst hann ekki hér. En segjum sem svo að manneskjan sé ekki til í nafnaskrá SARPs en til í þjóðskrá, þá get ég byrjað að skrá nafni hérna inn. Ég gæti einnig sláð inn byrjun á kennitölu sem jafnvel betra. Þá get ég smellt á þann aðalega sem kemur upp og þá fæ ég upp hérna nokkra reiti beint úr þjóðskráni og svo fáum við að sjá hérna samantekt úr þjóðskrá. Svo verða þessar upplýsingar hérna uppfærðar reglulega úr þjóðskrá og þá munum við sjá að sumir reitir munu breytast með þjóðskráni en við völdum að nafnið ekki yfirskrifað af því að þau eru oft ítarlegri í SARPi. Sérstaklega hérna áður fyrir þegar fólk þurfti að henda út einhverjum nöfnum hjá sér fyrir þjóðskrá og þau voru löng og þá eru þau nú þegar komin í SARP kannski og þá verra að þau séu uppfærð úr þjóðskrá. En ef þið sjáum eitthvað misræmi hérna í upplýsingunum sem eiga klárlega að breytast, þá hægt að breyta handvirkt hérna. Svo hægt að bæta inn auka upplýsingum hér fyrir neðan. Hér munu koma upp þau aðföng sem eru tengt við nafnið og það líka hægt að bæta þeim inn hér. Hér svo hægt að setja tilvísanir í aðilann og aðrar upplýsingar. Hérna til dæmis hægt að skrá inn ævisögu eða feril eða sýningar sem viðkomandi hefur gert. Og þá það gert með því að smella hér, velja tegund textans sem á að setja inn til dæmis hvaða sýningar og svo hægt að skrifa hérna frjálsan texta. Segjum að ég sé hann ánægð með þessa skráningu, þá get ég bara smellt hérna á vista niðri í borðanum. Þá get ég og aðrir tengt aðföng við þennan einstakling.